Bergmann, gjör svo vel. Já, ég þakka fyrir þessar tillögur sem hér eru komnar fram. Geta þess strax að ég í meginatriðum ánægður með þær breytingar sem að hér eru lagðar til og held að segja að þær séu nauðsynlegar að mestu leyti. Ég nú misánægður reyndar með þær, það eru aðrar þarna sem ég ekki ánægður með. Fyrsta lagi varðandi það sem við höfðum fyrirhugað að heimilt yrði kjósanda að deila atkvæði sínu á fleiri en einn flokk. Það vissulega rétt að það eykur val kjósandans og að því leytinu til það mjög æskilegt. En hins vegar að þá, þegar að betur að gáð, þá gæti það sú tilhögun haft öfug áhrif heldur en það sem að ætlast væri til. Það hægt að sjá það fyrir sér að ef að kjósendur deila atkvæði sínu í stórum stíl milli stjórnmálaflokka, að það muni það draga verulega úr fylgisveiflum á milli flokka og að þar með kæmust ekki í gegn skilaboð kjósenda breytingar eins og þegar að menn velja einungis einn flokk og þar með myndi kerfið hafa öfug áhrif. Það væri erfiðara að refsa stjórnmálaflokki eða verðlaunan eftir atvikum í kosningum í slíku kerfi. Í það minnsta hefur ekki farið fram nægjanlega greinagóð könnun á afleiðingum slíks. Þannig að forsvaranlegt sé fyrir okkur hér að leggja slíkt fortakalaust til. En það þó áfram heimild til staðar innan þessara tillagna hérna sem að heimilar löggjafarum að gera nákvæmlega það að aflokinni greinagóðri tillögu þar Nú persónukjörið, þó það sé ekki nefnt berum orðum, að þá það nú samt sem áður áfram inni í tillögunum ef ég skil þetta rétt, þar sem að stendur að kjósandi velji frambjóðendur af kjördæmislista. Stendur ekki að kjósandi kjósi lista heldur frambjóðendur og það þetta persónukjör. Ég ánægður með að þessi komin inn þröskuldur því annars hefði þröskuldurinn verið frá því sem nú er 5% þröskuldur og eiginlega enn hærri út af því að það eru yfirleitt 10-11 þingmenn í kjördæmum, þannig að menn fá ekki kjördæmakjörin þingmann nema að komast yfir enn hærri þröskuld heldur en þetta. Þannig að hann hefði alveg farið niður úr öllu valdi ef ekki hefði komið til þessi viðbót sem þarna 400, það nú samt svolítið lækkun. Ég hins vegar hundóanaður með þá tillögu hér að hér ætli menn að fjölga þeim þingmönnum sem að eru kjördæmabundins upp í alls 30 talsins, nálega helming allra þingmanna. Og það útilokar auðvitað þann möguleika að hægt sé að fækka þingmönnum því að þar með væri búið að eyða út eiginlega öllum sveigjanleika kerfisins og út af því að það var nefnt og hér komið fram tillaga fækkun þingmanna, þá held ég að í því stjórnkerfi sem við erum hér að leggja upp með, þar sem að mjög aukin áhersla lögð á hlutverk Alþingis að þá væri það algjört glapræði að fækka þingmönnum. Öllu nær væri að fjölga þingmönnum þannig að hver og einn þingmaður gæti sinnt einverðungu einni þingnefnd og gert það vel og í rauninni væri það kapp nái okkar tillögur yfir höfuð fram að ganga fyrir hvern þingmann að sitja í einni nefnd á vegum þingsins og einbeita sér að málefnum þeirrar nefndar. Þannig að ef að menn ætla á annað borð að fara á flot með þingmannatöluna þá mun ég undirbúa tillögu að þingmönnum verði
fjölgað til samræmis við það kerfi sem við leggjum hér upp með. Takk fyrir.